Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 45 af þessu hlaðvarpi. Í dag er ég að taka upp þennan þátt í nokkru flýti. Það er að segja að ég þarf að drífa mig svo lítið að því að ég hef ekki jafn mikinn tíma og venjulega. Ég er að fara í ferðalag á morgun og ég er alls ekki tilbúinn til þess. En ég náði að finna smá tímaglugga núna sem að þýðir þá að ég get verið minna stressaður á morgun. En mér datt þá í hug að tala um eitthvað sem að tekur kannski styttri tíma að tala um heldur en eitthvað eins og ég var með í síðustu viku. Ég sé núna hjá mér tímalengdina sem að þátturinn er í heild sinni og mér tókst að gefa út þátt sem að var 27 mínútur og 19 sekúndur. En það er örugglega tímamet hjá mér. Ég held ég hafi aldrei tekið upp jafn langan þátt og þá. Eða allavega gefið út jafn langan þátt og þá. Ég hef einhver tíma verið lengur að taka upp, en þá er ég bara hikandi aðeins meir og aðeins lengur. Ég reyndar lít núna yfir þáttaskrána mína og ég sé að ég hef einu sinni áður tekið upp lengri þátt en þetta sjálfur. Og það er mjög nördalegt að segja frá því að það hafi verið part 2 eða partur 2 annar hluti af Eurovision þættinum sem var aðeins lengri. Mér finnst það ágætlega fyndin staðreynd. En hvað með það? Ég ætla ekki að eyða þessum þætti í að tala um hvað ég get talað lengi. Það er ekki alveg tilgangurinn með þessum þætti. Það sem að mér datt í hug að tala um í dag er eitthvað sem kom upp í samtali á milli mín og nemanda míns. En það tengist einhverju sem að eiginlega allir og eiginlega bara flestir þeir nemendur sem ég hef allavega fengið eiga mjög erfitt með og það eru tölurnar. Núna er örugglega of einfalt að tala um tölurnar á íslensku og þetta gæti hæglega orðið of léttur og of erfiður þáttur á sama tíma ef ég hreinlega bara tala um tölur og málfræði talna. Það er eitthvað sem á ekki heima í hlaðvarpsþætti. En það eru atriði tengd tölum sem eru kannski ágætlega áhugaverð á íslensku og eitthvað sem að væri hægt að stilla af hjá sér og læra mjög skilvirkt og mjög hratt með því að draga úr nokkrum ruglingum. En ef ég byrja bara á einföldustu hlutunum þá hef ég talað um það áður. Ég held að það hafi verið í þættinum á og í að lógíkin innan hvers máls þarf ekki að vera eins lógík og í öðrum tungumálum. Við þurfum öll tungumál, þurfa að lýsa ákveðnum hlutum og geta talað um ákveðna hluti. Við verðum nær öll að geta búið til röksemdir. Við þurfum að geta komist að niðurstöðum, að draga ályktanir, að segja þetta er svona og þess vegna er þetta svona. Þessi röksemdafærsla er eitthvað sem er mjög mikilvægur hluti af lógík almennt og finnst á einhvern máta í öllum tungumálum. En við þurfum öll að geta bent á fjölda hluta. Einn af þeim fáu hlutum í heiminum sem er eins allstaðar í heiminum er stærðfræði og
tölur. Það alveg sama hvort þú sért í Burkina Faso eða Mongólíu. Þá 1 + 1 að fara að vera 2. Og sú staðreynd ekkert að fara að breytast. Og blessunarlega erum við flest öll sammála það hvernig við tölum tölur og hvernig þær þá tengjast. Öll tungumál vita það að það til eitthvað sem að heitir 21 sem að veri skrifað í tölum og þá arabískum tölustöfum sem 2 á undan bókstafinum 1. En hvernig við segjum þessar tölur og hvernig við tölum þær ekki eins út allan heim. Þið hafið eflaust séð mynd af Evrópukorti, eða kannski hafið þið alls ekkert séð þessa mynd. Þetta bara eitthvað sem ég man sérstaklega eftir að hafa séð, því að ég hef þurft að læra sumt af þessu rugli sem þetta kort bendir á. En þetta þá litað kort af Evrópu. Það sem það borin saman tungumál Evrópu og hvernig þau telja hluti og hvort að það hafi jafnvel verið hvernig þessi mismunandi mál á sínu tungumáli ná að segja 91. Það 91. Á ensku þetta sett saman sem 90, þannig 9 sinnum 10 og 1. 9 times 10 and 1. Sem næstum því alveg það sama sem við segjum á íslensku sem 90 og 1. Þannig að 9 sinnum 10 og svo, 1 í viðbót. Það eins og við segðum 90 and 1 á ensku, en enskan gerir það ekki, hún segir ekki þetta and. Hér ég búinn að finna myndina. Ég held að þetta væri 91, talan var 92. Þannig hérna þarf ég ekki einu sinni að rifja þetta upp, þetta hérna beint fyrir framan mig. Þannig að flest þessi mál segja 90 plus 2. Ef við förum að nota þetta dæmi sem á kortinu. Svo til einhver þýsku talandi mál eða þýsku afbrigði sem finnast eins og til dæmis í Þýskalandi og Belgíu og Hollandi. Það sem þau segja 92, sem sagt 92, að þeir byrja á minnstu tölunni og bæta svo tuginum við. Ef við förum til Frakklands, þá fara þau allt aðra leið að því að búa til þetta stærðfræði dæmi og ég kann ekki nóg í frönsku til að geta sagt þetta, en algebru dæmið 4 sinnum 20 plus 12, sem ég finnst ágætlega brjálað. Það hljómar ekki mjög praktískt að tala tölur þannig. Og svo síðast Danmörk. Elsku Danmörk. Það sem þau setja upp stærðfræði dæmið 2 plus innan svega 5 mínus 0,5 sinnum 20. Þannig þau segja þetta reikningsdæmi sem að Frakkland gerði og flækja það ennþá meir. Þetta hljómar þá eins og 2,5. Algjört rugl, eitthvað sem að lærist mjög erfiðlega og margir lenda í vandræðum við að læra þetta á dönsku. Þá heppilega aðeins einfaldara að setja tölur upp á íslensku. Það ekkert mál. Við segjum tuginn fyrst og svo töluna sem að fylgir tuginum. 92 eða 92 eða 92. Ok, hvað á þetta að þýða? Já, þessar tölur haga sér svipað og lýsingarorð.
þannig að fara eldsnögt inn í þessa málfræði sem ég var að kalla svo leiðinlega hérna áðan, þá já, þetta fylgir falli, þetta fylgir kyni líka. Þannig að ef að þú ert að telja börn og það eru 1, 2, 3 börn, nei, það eru 3 börn og ferði í hvoru kyns leiðina til að tala þau. Ef að þetta eru stelpur og þær eru 1, 2, 3, 4 stelpur, að sjálfsögðu ekki, þetta eru 4 stelpur. 4 stelpur 4 stelpur frá 4 stelpum til 4 stelpna, ok, þetta er eitthvað brjálæði. Af hverju þarf þetta að vera svona erfitt? Eins og þú veist eflaust nú þegar, þá hættir þetta að verða erfitt. Því eftir 5 eða frá 5 og upp úr, þá hættir þetta bull. Þá byrjar bara talan að heita talan. Það er bara 5 stelpur, 5 börn, 5 menn, 6 stelpur, 6 börn, 18 börn, 18 stelpur, 18 drengir. Þetta hættir að vera vitlaust, hættir að vera kjaftæði. Svo kemst upp í 21. Ó nei, kemur þetta aftur. Að því við teljum náttúrulega tuginn, við segjum hvað tugurinn heitir og svo segjum við og nýja tölu sem að er þá ein af þessum tölum á milli 1 og 9. Þannig að það er næstum því helmingslíkur á því að þú sért að fara að segja tölu sem að eru erfiðar og eru með margar töflur. Ég er búin að telja þetta nokkur sinnum upp og sýna nemendum mínum hvað þetta eru mörg form og þau eru 60. Það er að segja að það eru 3 kyn og 4 föll. Þannig að það er að fara að vera 12 fyrir hverja tölu. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Það eru 12 fyrir 4, það eru 12 fyrir 3 og það eru 12 fyrir 2 og 12 fyrir 1. Þá erum við komin upp í 48 myndir. Þá vantar eitthvað. Það kemur upp smá þversögn, paradox, að það eru til fleirtölumyndir á tölunni 1. Þannig að það er hægt að vera einir, einar og ein í nefnifalli. Hvernig getur staðið á því? Hvernig getur einn verið fleirtala? Það er að það eru til fyrirbæri sem eru fleirtölu orð. Dæmið sem ég þarf alltaf að taka er leikar, games, eins og viðburður sem eru margir leikir, kannski margar íþróttir, eins og ólympíuleikarnir eða frjáls íþróttarleikarnir eða leikar, þess vegna það þurfi ekkert að vera ákveðnir frjáls íþróttarleikar, og líka fyrir tónlistarviðburði sem að heita þá tónleikar, sem að sjálfsögðu íslenska orðið fyrir concert. Og það geta verið einir tónleikar sem þú ferð á. Það þarf ekki að vera tónlistarhátíð þar sem er fullt af mismunandi tónleikum, heldur bara einir tónleikar. Þá þarf ég að geta talað þetta fleirtölu orð í fleirtölu þó það sé bara stakur viðburður. Hljómar kannski ólógískt, en þá verður þú bara að fyrirgefa því af því þetta gengur alveg upp innan íslenskunnar. Þannig þá erum við búin að afgreiða smá kjaftæði sem er tengt tölum almennt og talnalógík innan Evrópu. Hvernig þetta geti verið erfitt innan íslenskunnar og að pæla í þessari einu þversögn sem að kannski meikar ekki sens
fyrir maður skoðar þessi dæmi sem til eru sem valda því að við þurfum að eiga orð fyrir þetta. Ef við komum loksins að dæminu úr þessu samtali sem ég átti við nemanda minn sem leiddi til þess að ég fyrir að gera þennan þátt, er mjög góð spurning sem að kom frá honum sem var hæðir í húsum. Því að það eru mjög margir staðir í heiminum þar sem að þú lappar inn í hús sem eru margar hæðir og þú ert á 0. hæð og svo þegar þú ferð upp á hæðina fyrir ofan þá ertu komin þannig séð á 1. hæð. Og þá er spurningin hvernig tölum við þetta á íslensku. Það var allavega það sem að nemandi minn spurði mig. Þannig að ég svaraði að sjálfsögðu lappar þú inn á 1. hæð. En hvernig er það sjálfsagt? Ég held að það fari eftir því hvaða orð þú ert að nota til að lýsa þessum hlutum. Til dæmis eins og þessari 1. hæð, þessi grunnhæð og svo þessar viðbótar hæðir ofan á. Þú tekur strax eftir því að ég er að nota nákvæmlega sama orð þetta tvennt á íslensku. Ég segi hæð. Hæðin er millibilið, milli gólfs sem að ég get staðið á og til loftsins sem er fyrir ofan mig. Þetta er ekki beint þakið væri það sem að væri efst á húsinu og það sem að rignir á. Hjá mér þá lítur þetta út eins og loft. En þetta loft geti annarkvort verið efsti flöturinn í húsinu mínu og þar ofan á geti verið eins og háaloft og svo þar fyrir ofan þak. Það væri ef að ég væri í til dæmis 1. hæðar húsi. En ef ég væri í blokk og ég væri á 2. hæð af mörgum, þá væri þetta loft inni hjá mér, það væri gólfið fyrir næstu íbúð. Kannski og vonandi með einhverju einangrun á milli og einhverju meiru efni. En í rauninni er það, skilrúmið á milli minnar íbúðar og þeirrar næstu. Og ef það er hæð fyrir ofan það, þá er það bara loftið hjá þeim er gólfið hjá þeim sem er fyrir ofan. Og svo framvegis þar þú kemst á efstu hæð og þá er það eins og í þessu 1. hæðar húsi sem ég myndist á. Hæð þýðir height. Sem sagt hversu hátt er milli gólfs og lofts. Þannig að þegar ég geng inn í hús frá jörðinni, ég er bara úti og ég kem inn án þess að hafa lappað upp neitt stiga eða neitt, þá er ég komin á samkvæmt skilgreiningu orðsins 1. hæð. Á ensku þá er notað orðið floor til að eiga við þessa sömu hugmynd. Og þá meikar líka alveg sens að það sem þú lappar inn á er first floor. Þetta er fyrsta gólfið sem þú stendur á. Ef þú ferð upp tröppur eða ferð upp með lyftu og kemur á gólf númer 2 í húsinu, þá ertu á the second floor. Og svo framvegis alla leið upp húsið. Þetta er bara nýtt og nýtt gólf. Þannig að þau nota annað orð til að eiga við svipaða hugmynd og þetta sem við á íslensku köllum hæð. Við erum að mæla bilið milli gólfs og lofts, á ensku talaði bara sjálft gólfið. Það er ekkert endilega allstaðar í heiminum eins. Að því á dönsku til dæmis, þá labba þau inn í einhvers konar hús, einhvers konar hæð sem að þau kalla stúu. Stúu væri orðið fyrir stofa á íslensku, sem ég þýði yfirleitt sem þá living room eða jafnvel room with a purpose. Ég hef ekki kynnt mér málsögu dönskunar nógu vel til að geta sagt hvað veldur því að orðið fyrir þessa 1. hæð er stúu, en allt þar á eftir er svo første etage, anden etage,
tredje etage, þar að segja það sem á íslensku myndi heita önnur hæð eða á ensku second floor, það fyrsta etage. Þetta etage komið frá frönsku sem að væri kannski hægt að nota til þess að segja frá þessari lógík. Þannig að Danir hafa örugglega fengið þessa arkitektúr hugmynd og orðaforðan til að tala þessa hluti frá frökkum og þessuna talið þessar hæðir líka eins. Ef við skoðum frönskuna þá grunnhæðin eitthvað sem að heitir parterre. Þið heyrið hvað ég ömurlegur í frönskum framburði. Á íslensku myndi ég lesa þetta sem parterre og greinilega orð sem til á 17. öld, en parterre þýðir á jörðinni. Það að segja eins og að vera beint á jörðinni. Þannig að þetta hæðin sem þú lappar inn á þegar þú ert á sömu hæð og bara, jörðin og svo ef það svo önnur hæð ofan á þessari hæð sem að á jörðinni, á því sem á íslensku mætti heita jarðhæð, þá getur við bætt við fyrsta etage, fyrsta sviði. Þannig að þú byggir nýtt svið ofan á þessa hæð sem að á jörðinni. Og þá það jarðhæðin og svo fyrsta svið, annað svið, þriðja svið, fjórða og svo framvegis. Þannig að á íslensku, í íslenskum liftum, ef að þú ætlar að komast á jarðhæð, parterre, þá myndir þú íta á takkan 1 sem að þýðir þá fyrsta hæð. Á meðan í Danmörku, ef þú vilt komast á jarðhæð, þá ítir þú á takkan sem heitir S eða 0 sem að þýðir þá hæðin sem að ekki neitt, þar sem að stofan og svo getur þú farið upp á sviðin sem að fyrir ofan þessa stofu, þá fyrsta svið, annað svið og þriðja, sem væri eins og önnur, þriðja og fjórða hæð á íslensku. Og svo síðast í Frakklandi, þá myndir þú íta á P, sem ekki parking. Það ekki bílastæðakjallarinn. Þetta parterre, aftur ömurleg franska, ég biðst afsökunar, sem þá jarðhæðin. Og svo ef þú vilt fara hærra, ef þú vilt komast upp á 4. hæð, þá ertu að sjálfsögðu að íta á 3 þar sem þú finnur þriðja svið. Þannig að þetta eitthvað lítið notagildi á íslenskum tölum. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra í dag. Ég vona að þið hafið notið góðs af þessu og að þið hafið þó að þetta sé ekki beint áhugaverðasta efni í heiminum. Þá kannski hafið þið grætt eitthvað á því að heyra mig endurtaka sumar hugmyndir mun meira heldur en ég hef kannski gert áður. Þið kannski segið mér frá því hvað ykkur finnst þetta, hvort að þetta hafi endað á að vera gagnlegri þáttur heldur en aðrir, þar sem að ég held áfram í sífellu að tala eitthvað nýtt. Á meðan hér fór ég meira í hringi. En ég endurtek, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show,
or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.